Justice League. Ég heiti Sigga Sofía og ég var að opna myndlistarsýningu með Helga Má Kristinssyni í Listamanngallerí sem heitir Hamskiptin, augnablikið versus varanleiki og við vorum að opna og það lokar 5. maí. Sigga Sofía er 32 ára gömul skandinavísk kona sem býr í Vesturbænum og hún vinnur með hreyfingu að lifibrauði í öllum þeim miðlum sem hreyfing kemur, hvort sem það er hreyfing í myndlist eða texta, eða auglýsingum eða flugeldasýningum. Já, af því að hreyfing er svo fáránlega mikilvæg. Já, það hefur bara svo mikil andleg áhrif og mikil vellíðan sem fylgir því. Ég kann að meta þegar maður svona ofreynir sig í rættinni og verður maður svo svakalega slakur og rólegur. Þá manni alveg sama rigninguna og slagviðrið. Stormviðvörun númer 62 sumar og svo fer bara aftur í ræktina allur átt spældur yfir því að vera veðurtepptur á Vestfjörðum í júní. Það er bara að fara út að hlaupa og svona. Bara svo gott fyrir heiminn. Anna Pálova dansaði 4 mínútna ballettsóló sem heitir Deyjandi svanurinn og hún sýndi hennar sóló 4000 sinnum á ferlinum. Og það er sem sagt svona, dansar hún á táskóm og hún er svona blakandi vængjónum og hún er að leika deyjandi svan. Og þá fundum við hennar texta sem okkur fannst svo frábær, þar sem stóð The dying swan was never about a woman imitating a bird. It was about the fragility of life and the passion on which we hold on to it. Og mér fannst þetta svo flott að þetta var nákvæmlega það sem ég var að skoða þegar ég var að vinna flugeldaverk með Íslenska dansflokknum. Þar sem við vorum einmitt að láta dansara dansa flugelda. Og mér fannst þessi setning svo geggjuð af því það var nákvæmlega það sem við vorum að vinna með. Við vorum ekki að vinna með að dansararnir hjá dansflokknum væru að þykjast vera flugeldar, heldur var þetta einmitt hvað lífið er viðkvæmt og epískt og samanburðurinn á dansara og flugeld. Að fórna sér fyrir einhvern brjálæðislega stuttan feril, að fórna sér í eitthvað svona afstríði vinnu sem kannski gefur ekkert af sér hvorki peningan í fræðu eða, en einhvern veginn, já. Þannig að þetta var bara svo geggjuð setning og þess vegna varð hún einhvern veginn svona einhver lykill í þessu verki. Þannig að við ákveðum að gera 2 olíuverk, annars vegar þar sem ég skellti mér í táskóna eftir 12 ára hlé. Ég á nefnilega einmitt táskó sem sniðið á þeim heitir Pavlova, þannig að þetta var eitthvað svo viðeigandi. Þannig ég fórnaði Pavlova táskónum og ég dansaði 4 mínútur af Deyjandi svanunum á striga og svo til samanburðar að þá fór ég úr skónum og dansaði á tánum, dansmíðar eftir sjálfa mig, flugeld. Þannig að það eru 2 verk þarna. Annað heitir Flugeldur í Payne's Grey, af því við notuðum litinn Payne's Grey. Og svo er það Deyjandi svanur í Payne's Grey. I'ma keep my faith, continue on my way. Yeah, yeah, yeah.